það Þórður Heimir Sveinsson, héraðsdómslögmaður sem hefur leika hér. Ágætu fundargestir, það gaman að sjá hvað margir hafa sótt þennan fund. Nú eins og hann sagði hér áðan, þá heiti ég Þórður Heimir Sveinsson og héraðsdómslögmaður og var falið að reka mál þeirra hjóna Theodórs Magnússonar og Helgu Margrétar Guðmundsdóttur fyrir dómstólum gegn Íbúðalánasjóði, sem komið hefur fram. En málið fjallar í stuttu máli það að hvort að heimild sé fyrir Íbúðalánasjóð að krefja þau hjón allan heildar lántökukostnað af láni sem þau tóku hjá sjóðnum árið 2003. Þetta mál var lagt fram í héraðsdómi þann 18. október síðastliðinn og hefur mér sem verið falið að segja nokkur orðum málsóknina auk þess að stikla á helstu atriðum á efni stefnunnar sem lögð var fram. Nú fyrir hönd Íbúðalánasjóðs þá það ríkislögmaður sem rekur málið og hann mun síðan skila greinargerð í málinu þann 13. desember næstkomandi. Og af þeim sökum og þar sem ekki búið að flytja málið og heldur ekki komið niðurstaða að þá eru hendum mínar að nokkru bundnar hér í kvöld. Nú svona stórt mál að það á sér aðdraganda og þá voru fundir þessa hugsanlegu þessa málsókn á hendur verðtryggingunni. Þeir voru haldnir á vormánuðum 2012 þótt að máli hafi nú að mestu verið unni núna á haustmánuðum. Í upphafi lágu ekki fyrir hvaða lán væri heppilegast að nota til að fara með svona mál fram. En að lokum þá bauðst okkur lán frá Íbúðalánasjóði sem hentaði þessu máli vel. Það var stofnaður samráðshópur sem hagsmunasamtök heimilanna höfðu forgöngu til að ræða þessi mál, hvernig koma ætti verðtryggingunni frá. Heimili landsmanna voru á þessum tíma voru búin að vera undanfarin ár að sligast undan gríðarlegum hækkunum lána í kjölfar svokallaðs bankahruns á haustmánuðum 2008. Það var sem aldrei fyrr. Í þessum samráðshópi var farið vítt og breytt sviðið og loks ákveðið að nálgast viðfangsefnið í gegnum neytendalánalögin nr. 121 frá 1994. Ástæða þess að nálgast þetta viðfangsefni í gegnum neytendalánalög var sú að með breytingu á þeim lögum sem átti sér stað á árinu 2000 þá féllu fasteignalán undir neytendalánalög en höfðu ekki verið þar áður. Þessi breytingartillaga kom frá efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og fékk Íbúðalánasjóður sem þá var nær einráður á fasteignalánamarkaðnum árið 2000 að tjá sig þessa breytingu en engar sérstakar athugasemdir komu frá sjóðnum og var þessi tillaga samþykkt á Alþingi 14. desember árinu 2000. Neytendalánalög eru leidd af Evrópulöggjöf sem ætlað að tryggja samræmi í lagareglum sem eru mótaðar í þágu neytenda. Af þeim sökum eru mjög skýr ákvæði í neytendalánalögum varðandi lántöku neytenda. Það sem ber hæst að allur heildarlántökukostnaður á að liggja fyrir við lántökuna til að neytandinn geti áttað sig á umfangi skuldbindingarinnar og að engin dulinn kostnaður komi í bakið á neytendunum þegar hann fer að greiða af lánunum. Þetta eru lykilatriði. Jafnframt sem þessu fylgja skýr ákvæði neytendalánalaga upplýsingagjöf lánveitenda til lántaka. Í framhaldi af samráðshópi hagsmunasamtaka heimilanna varð úr að ég tók að mér að fara með þetta mál fyrir dómstóla. En mér til aðstoðar voru Arnar Kristinsson og Aðalsteinn Sigurðsson
lögfræðikandidata frá Bifröst sem hafa nánast helgað sig þessum málum Evróputilskipanir og neytendalánalög ásamt ónefndum huldumanni og hefði þessi málsókn varla verið hægt án þeirra. Það sem gerir þessa málsókn svo skýra og einfalda á okkar mati að hún byggir á skýrum lagaákvæðum neytendalánalaga heildarlántökukostnaðar og upplýsingaskylda lánveitanda og afleiðingar þess ef lögunum ekki fylgt að þessu leyti og einnig byggir stefnan á brotum á ákvæðum samningalaga nr. 7/1936 með síðari breytingum. Það sem flesta hér inni langar væntanlega til að vita hverjar eru kröfurnar í stefnunni. En fasteignalán það sem málið snýst var upphaflega að fjárhæð 6 milljónir tekið á árinu 2003 og stendur það í dag í 10 milljónum eftir 10 ára greiðslur. Og af þessum 10 milljónum sem lánið stendur í eru eftir tæpar 5 milljónir sem eru verðbætur. Aðalkrafa okkar sú að Íbúðalánasjóði sé ekki heimilt að krefjast greiðslu á neinum heildarkostnaði af láninu. Og þá er ég að tala allan kostnað, bæði vexti, verðbætur og annan kostnað. Þar sem brotnar hafi verið reglur neytendalánalaga og samningalaga upplýsingar heildarlántökukostnað við töku lánsins. Þótt lánið haldi sér öðru leyti. Til vara gerð sú krafa að Íbúðalánasjóði sé ekki heimilt að krefjast greiðslu á verðbótum á grundvelli vísitölu neysluverðs en vextir haldi sér þar sem þeir voru fastir fyrir á lánum. Ástæða þessara krafna sú að samkvæmt neytendalánalögum skal liggja fyrir við gerð lánssamnings upplýsingar heildarlántökukostnað eins og ég sagði áðan. En það sem ekki var ljóst hverjar verðbæturnar yrðu á lánstímanum þá lá engin heildarlántökukostnaður einfaldlega fyrir. Eins og ég sagði hér áðan markmið upplýsingagjafar í neytendalánalögum að koma í veg fyrir dulinn kostnað við lántökuna sem grundvöllurinn í neytendalánalögum. Það allur kostnaður af láninu sé upp á yfirborðinu. Og til að tryggja það að allur kostnaður sé fyrir hendi í upphafi láns og upphafi lánstöku þá þarf að liggja fyrir svoköldu árlegir hlutfallstala kostnaðar við lántökuna sem prósentutala þess heildarlántökukostnaðar sem greiða skal af láninu á hverju ári út lánstíman. Þetta alltaf sama prósentutala sem á að vera á láninu það hver heildarlántökukostnaðar þess. Og inn í þessari árlegu hlutfallstölu kostnaðar teljum við sem að þessu stöndum að allur kostnaður af láninu þá meðtalið verðbæturnar þurfi að vera. En engin árleg hlutfallstala kostnaðar kom fram við töku þessa láns. Og hún kemur, þessi árlega hlutfallstala kostnaðar kemur eiginlega ekki fram á neinum lánssamningum í dag. Í neytendalánalögum heimilt að verðtryggja lánssamninga. Skulum ekki gleyma því að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. En við sem að þessari málsókn stöndum teljum að skilyrðum hafi ekki verið fullnægt hvorki í þessu máli eða í meirihluta annarra lánssamninga það að verðtryggingin sé heimil í lánssamningum. En það sem gerir mál þetta að mörgu leyti frábrugðið öðrum stórum málum hvað það einfalt og í raun lítið sig. Við erum að tala hér bara umsóknum lántöku og gögn sem fylgdu lántökunni. Þannig að þetta ekki mjög flókið mál hvað var það skjöl og önnur gögn. Og þannig sé einfalt og lítið sig. En eins og sagt að þá veltur oft lítið þú að þungu hlassi. Í vaxtalögum eru ákvæði heimild til verðtryggingar sem margir þekkja. En það var ekki, í þessu máli, þá var ekki gerð atlaga að þeim ákvæðum vaxtalaga í stefnunni.
enda teljum við ákvæði neytendalánalaga ganga framar vaxtalögum sem verður örugglega eitt ágreiningsefni fyrir dómstólunum og ekki verið farið nánar út í hér í kvöld. Að lokum teljum við dóm Evrópudómstólsins í nokkrum málum sem hafa verið neytendum í hag geta orðið okkur til hjálpar í málunum. Ég hef nú stiklað hér á stóru varðandi þessa málsókn, en eins og ég sagði þá eru hendur mínar bundnar að nokkru meðan málið er ekki fyrir dómstólunum og ekki kannski heppilegt að vera að fjalla um það að öllu leyti hér. Niðurstöðu málsins er ómögulegt að vita eða að segja eins og en það er ljóst að ekki hefur verið farið í þessa miklu vinnu nema svo einlega trú væri fyrir hendi að málið gæti unnist. Takk fyrir.